Velkomin, Aldís. Takk fyrir að koma og við erum að fara að tala smá erfiða hluti í dag. En mér langar svona aðeins að byrja því að tala bara við þig eða segir okkur aðeins frá þér, bara hvaðan þú kemur og... Já, ég Vestmannaeyingur, og uppalinn þar og fór í bæinn tvítugt og vann á Flugfélagi Íslands í nokkur ár, fór í háskóla, bara klassíska og flutti aftur til Eyja, fór í réttindanám þaðan í fjarnámi og svo kom hrun og ég flutti til Noregs og fór í listaskóla þar, lærði myndlist, myndlistarmaður líka og einhvers staðar á leiðinni og svo allir saman átti ég 2 börn sem 18 og 22 ára. Þannig að, já. Bara svona venjulegt klassískt líf og með smá flutningu erlendis. Já. Þannig og svona svolítið svona, já, bara mjög íslenskt og hefðbundið. Ekkert eitthvað svona. Og þú starfar við það að kenna í tækniskólanum list eða? Nei, ég á starfsbraut. Já. Og ég kenni bara alls konar, list, handgreinar, það svona handverk, það alls konar. Þú veist, ég með sér kennt sauma og myndlist og bara alls konar. Við erum bara svolítið svona alltaf að þreifa okkur áfram hvað hentar hverju og já, þannig að ég hef ekki verið í svona bóklegum fögum í tækniskólanum, meira svona í höndunum. Já, þannig að það hlýtur að vera svolítið skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt, mjög. Svona, ég svona handverkskona, mér finnst ekkert betur en að vera með eitthvað í höndunum og gera eitthvað, sko. Þannig að ég held að það hljóta að vera gaman að kenna það bara, eða vinna við það. Já, það er rosalega gaman. Ég er náttúrulega bara þannig, ég þarf alltaf að vera með eitthvað að gera, sko, sem er að mála eða sauma eða hvað, eitthvað höndunum. Já. Þú hefur verið með myndlistarsýningu, eða ekki? Jú, ég hef haldið 3 eða 4 einkasýningar og margar ég verið mörg á samsýningum. Ég nýlega, sko, 2021 og 2, held ég að sé rétt hjá mér. Það var með 2 stóra sýningar. Önnur var einmitt klámsýning sem ég málaði fulla sýningu af kynlífi og kroppum. Það er svona, já. Hvernig fannst börnunum það? Sko, sonur minn sagði nú svo fallega við mig einhvern tímann, mamma, okkur er alveg sama að það ekki. Jú, annars hefði ég ekki gert þetta. Það er náttúrulega bara ákvörðun þegar maður gerir svona eitthvað sem maður er ekki hefðbundið, en það var eins og ég hefði fundið upp á kynlífi sem ég gerði ekki, sko. Nei, alls ekki. Nei, það er allir listasöfn allan heim fulla berjusögum konum, sko. Já. En eftir kallmenn. Já. En það þótti mér merkilegt að kona skildi mála svona. Já, svo ef ég tekið líka eftir, ég svona að gömul list, það voru rosa mikið svona litlir englastrákar á tippinu. Já. Það bara rosa, maður alveg svona, ég fór að taka eftir þessu fyrir einhverjum árum og ég bara svona, í svona gamalli list. Já. Litlir strákar með vangi á tippinu. Þú veist, það var eitthvað svona, hvað var að gerast þarna? Þetta er útrúlega, það er alltaf. Já, þetta voru náttúrulega ekki konur sem málaði þeim tíma og ef það er máluð, þá málaði það undir kallmannsnöfnum. Já. Þannig að listasöfn eru fulla kallmannsverkum og listasagan svolítið mikið, sko. Já. Og að slæðist innan þetta, en það er kannski svona svolítið í nútímanum nýkomið að konur taki pláss. Já. Þannig lagað, sko. Og það er svolítið skemmtileg áhugaverð sýning. Já, hún gekk mikla umfjöllun. Svo var ég með aðra árið seinna. Það var svona svolítið stutt á milli stóra sýninga, sko. 1 ár er þegar maður málar svona, þegar maður er í fullri vinnu og þetta er náttúrulega full vinna. En ég gerði voru lítið annað þarna í 2 ár en að mála.
og sú sýning sko var í kringum goslögin út í Eyjum, þá voru 50 ár frá goslögum sko, það af 23 og það var svona, þema var svona sko, það sem dvelur í þögninni, það sem ekki mátti tala það voru allir svo sterkir og duglegir við tók þema svolítið þaðan, mála út frá því það ekki endilega Vestmann, þetta ekki þannig sko, þetta var ekki, ég var ekki að mála úteyjarnar eða svoleiðis, heldur meira kannski bara það sem tengdist því eða kannski bakgrunn eitthvað staðar í Vestmanni Já, það svolítið íslenska leiðin að vera ótrúlega sterkur og duglegur sko. Já, það svolítið þannig. Það bara, og sérstaklega duglegur sko. Já. Alltaf. Já, við metum svolítið aðra á sjálfum okkur út frá því hvað við erum dugleg. Já, ég nefnilega, svo fyndi ég bara fyrir einhverjum mánuðum síðan þá var ég ásynst lítið barnabarn. Ég var að gefa henni að borða og gera alls konar og ég bara, vá, svo dugleg. Já. Dugleg og við erum með starfsfólk á hótelinu sem ég að vinna á sumrin og þau voru bara, hvað þetta orð sem úrst að tala þetta dugleg og ég var alveg hardworking og það var eina sem ég fann nei, það engin með svona orð eitthvað fyrir dugnað sem maður notar fyrir lítil börn. Fattar þau? Nei, þú segir það. Já, mér finnst þetta. Ég fann bara að hugsa því ég tala norsku líka, hvort það segi. Nei, ekki svoleiðis. Svo dugleg, váka dugleg. Man alltaf eitthvað þegar hún var að standa upp og eitthvað, váka dugleg. Nei, flink, þú segir þú kannski. Já, flink, já. Þetta svolítið áhugaverð, sko. Já, mjög. Við erum alltaf að nota þetta einhvern veginn. Já. Duglegur. Hérna, já, þannig að þú hefur verið í list og gengið vel, eða ekki? Jú, mér hefur gengið mjög vel. Ég get ekki kvartað. Mér hef selt ágætlega og sumar náttúrulega myndirnar frá klámsýningunni voru kannski ekki endilega myndir sem þú myndir vilja setja upp í stofu hjá þér. Nei. Og ég var nú eiginlega, þegar fólk keypti myndina og það líkuð að ég hafi spurt, sko, hvað er alltaf að setja þetta? Já. En þær sem seldust voru nú kannski svona mildastar af þeim, voru ekki svona mikið, en þú veist, þessar grófu, sko, þegar ég var að mála þér þá, sérstaklega eina mjög grófa, þá málaði henni í aukaherbyggi heima hjá mér og ég og dóttur mín við lokuðum hurðinni á milli þess sem ég málaði, af því að hún var svo gróf, sko. Já. En það er náttúrulega hluti af því að vera listamaður, það er að taka þá ákvörðun að ef þú vilt segja eitthvað með verkunum þínum að það skipta ekki máli þó að passa ekki við sófan. Ákveðin tjáning og kannski svona ítið við fólki. Og það sem að það er náttúrulega tilgangurinn oft á tíðum. Það var það hjá mér alveg klálega. Já. Og hérna, þú ert búin að vera að standa í ströngu síðustu mánuði. Já. Hvað getur þú sagt okkur svona aðeins hvað gerðist og hvernig þetta hófst allt? Já. Ég er stend í skilnaði bara. Og síðan í janúar þegar að þetta gerist allt saman og við förum í sundur, þá er síminn minn bara stöðugt hakkaður. Og miklu grófara fyrst, sko. Það hefur aðeins, sko, mildast þannig lagað, en náttúrulega mjög, þú veist, það er á hverjum einasta degi er eitthvað að stillingunum eða eitthvað. Og og í upphafi þá, hvernig byrjar þetta? Byrjar þetta svolítið svona henda mér út af samfélagsmiðlum svo mikið. Þegar ég var að auðkenna mig, þá kom svona svo síða yfir auðkennin og þegar ég var að reyna að tala við auðkenni inn á minnu, sko inn í símanum, þá var mér hent út úr appinu, aftur. Og svo, já, það er svona fyrstu merkin og alltaf að detta niður myndavélinn og hljóðnæmin, það er þess að hljóðnæmi í myndavél. Og myndavélinn var alltaf að detta niður í tíma og tíma
og ég skildi það nú ekki alveg þarna fyrst af hverju það var að gerast en Þannig að þú ætlar að nota myndavélina þá bara gastu það ekki, eða þú veist? Nei, sko, hún bara, það gerst bara síðast í morgun hjá mér, sko. Já. Ég legg frá mig síman, ég ekki að opna myndavélina en það opnast myndavél og frontkameran, sko. Já. Þannig að, og þær sögðu mér þegar ég fór í kvennaathvarfið á tímabili þarna í viku, þá sögðu mér að það væri mjög þekkt að konur lendi því, það væri verið að hakka símanum meira, að það opna, myndavélin væri notuð til að vita hver þær væru, staðsettar og til að sjá fram að niðar. Og ég ekki fyrsta konan sem lendi því. Nei. Og alveg örugglega ekki svo síðasta. Og þetta var eitthvað sem þær bara könnist við í athvarfi. Já, þær þekktu þetta alveg og það alveg, og svo fór ég að taka eftir auka ljósum í mælaborðinu í bílnum og það sögðu mig líka hjá kvennaathvarfinu að það væri alþekkt að bílarnir, appin í bílunum væru trakkaðir og það náttúrulega stöðugt location á. Já. Og það náttúrulega svolítið þannig þegar maður lendir í svona að maður pínlítið lamast. Já. Þú veist, maður verður náttúrulega ofboðslega var sig og taugaveiklaður, beint og beint. Og þetta í janúar, ég held að það var janúar að febrúar sem að Facebooki minn var hökkuð og bara, og Google-reikningurinn minn. Já. Og ég, sko, gat ekki látið senda á neitt, sko, Facebookina af því að, endurheimtinganúmerin á Facebookinni enduðu ekki á sama númer og mitt símanúmer. Nei. Heldur á öðru númeri. Sem þú kannast ekkert við það? Jú, annað var íslenskt númer sem enda á 12 og hitt var norskt númer sem enda á 12 og það númer held ég að sé alveg örugglega gamla norska númeri mitt sem ég held að væri löngu búið að skila inn. Ég var alltaf að stóði þeirri merkingu en það hefur örugglega verið notað eitthvað áfram af öðrum en mér. Og já, og svo svo reyndi ég að búa til nýja Facebook og það var alltaf allt hakkað aftur. Mér fannst alltaf eins og að væri einhver inn á auðkennunum mínum. Það var bara stöðu, sko. Ég var alltaf að fara nýr auðkenni og tala við auðkenni og þeir sögðu bara þetta ekki hægt og allir sem að ég talaði við, þetta ekki hægt og ertu alveg viss þetta og já, ég var alveg viss þetta og svo var ég að reyna að vera í vinnu og til þess að vera kennari þá þarftu að auðkenna þig, þú þarftu að lesa upp og þegar ég var að lesa upp þá kom alltaf eins og væri önnur síða sem leiðist yfir hinna og það var þetta er svo stuðandi, þetta náttúrulega mjög ólíkt því sem ég sá alveg að var verið að eiga hvort sem að það var bara til að stuða eða hvort það væri ykkur inn á auðkennum, veit ég ekki en þú veist og það sem ég komst ekki inn á neitt þá náttúrulega var þetta mjög stressandi þannig að já, þannig að það var, mér var hent út, ég bjóð til Facebook-reikning og ég veit ekki hvað, ég hef ekki búin að reyna. Þannig að ég, sem sagt, fyrir veikindaleyfi, ég gat ekki verið í vinnu. Af því að bæði bara út af þessum auðkennavissinni og hakki og svo var ég bara orðið náttúrulega rosalega vörum með því mér fannst þetta náttúrulega eins og að sé stöðugt ykkur að elta þig. Og þú sérð ný ljós í mælaborðinni í bílniðinum og síminn alltaf óeðlilegur og þó að svo náttúrulega marg búið að strauja síman og setja hann að factory reset margoft og ég er búin að fekk nýtt símanúmer, nýtt iCloud og það virkaði ekki. Nei. Það er eins og að sé eitthvað krossverkur í gangi og Þú ert alveg marg búin að fá nýtt? Já, ég hugsa ég sé búin að fá örugglega 10 símanúmer og þetta er símanúmer 8 sem ég með núna og þau kosta mér náttúrulega hellinga pening bara þetta sko en ég ákveð
ég var náttúrulega bara orðin líka bara fyrir utan að standa í skilnaði sem náttúrulega óbúslega mikil sorg út af fyrir sig. Það var þetta náttúrulega ekki til að bæta álægið. Þannig að ég ákveða pínleiti flýja, ákveða að fara og labba Jakobsveginn. Já. Ég sá fyrir mér sko ef ég ger ekki eitthvað þá festist ég heima hjá mér í íbúðinni og ég var að reyna að vera heima og reyna að halda heimili fyrir krakkana mína. Þau eru náttúrulega bara orðin fullorðin núna og ég hugsaði með mér sko ef þetta heldur áfram þá bara deyju næringarskorti eða alkoholisma eða ég reynilega bara klára þetta af því að ég fekk ekki stundafrið og vanlíðanin var svo rosalegur að að þetta var svona til að bara til að komast undan og sko ég segi flýja, þetta var samt draumi minn að gera þetta og ég hugsaði með mér í veikindafríi, ég að standa í þessu núna og ég ætla að nota tækifærið og ég fyrir vinkonum mína á laugardagskvöldi og spyr hvort hún geti bókað þetta fyrir mig því allt sem ég gerði á netinu, það virtist fara eitthvað annað. Ég hafði ekki frelsi, það var eins og væri alltaf verið að póstarnir mínir fóru ekki á rétta staði, það var ekki hægt að hringja mig stundum var alltaf síminn á tali, stundum fólk náði ekki í mig, ég fekk SMS viku seinna, allt svona rosalega skrítið og ég hún bara bókar í sinni tölvu á laugardagskvöldi og borgar fyrir mig og setur sem sagt bókunina á sitt netfang og ég flýg út á miðvikudegi, símalaus og og ég tók með mér önnur vinkona mín, hún var búin að græja símkort fyrir mig sem var á hennar nafni, ekki mín nafni sem að ég svo ég geti verið í samskiptum við börnin mína með hann, af því að það var alltaf verið að eiga við síman líka. Þegar ég kem út þá kynnist ég mér fljótt fólki sem að ég endaði svo með að labba með alla leið og þau fara með mér í það að kaupa síma. Ég var hann svo kvekt líka að ég hugsaði með mér sko þarna er ég á Spáni í spænsku símkerfi með íslensk kort frá Vodafone sem er ekki á mínu nafni og ég kaupi bara ódýran eitthvað Samsung síma sett kortið hann og það er ég eina skipti á þessu tíma sem að símum fekk að vera í friði sko, það er þarna út á Spáni og ég náttúrulega það voru allir mjög áhyggjur af mér, ég var náttúrulega labbandi ein og kona á miðum aldrei að labba ein 800 kílómetra en þetta var náttúrulega þannig að ég gæti náttúrulega látið vita mér á hverju kvöldu en ég sendi svona annarkað dag eða hverjum degi hvar ég var stödd, hvert ég var komin bara svo krakkarnir sæju og hvað ef það er eitthvað sérstæð sem hefði gerst þá gæti ég sagt frá því og var bara með grúpa af fólki sem að ég sendi á sko og það var bara og það var allt í lagi sko mjög lengi svo þegar ég svona hálnuð ég ætla að hafa ekki verið, svona í Líón eitthvað staðar, þá var ég svona hálnuð þá ákvað ég að búa til Instagram reikning til þess að geta sett myndirnar inn á sem ég var að taka og til þess að allir fjölskyldan geti fylgst með og ég geri það og Facebook prófa það fekk að vera í friði þarna meðan ég var úti og síminn svo bara þegar ég er að lenda þá heyri ég syni mínum og hann var að útskrifast úr lögfræði og hann langaði svo að hafa útskriftarveislu heima og ég var búin að lofa hann því að ég myndi halda veislu fyrir hann bara eins og ég hef alltaf gert stórar flottar veislur fyrir börnin mín hvort það er ammæli eða eitthvað annað og þurfti að hafa samband við pappans og sem ég held kannski þetta væri allt búið að róast svolítið en um leið og það gerði sko þá byrjaði myndavélin aftur að detta niður og
og ég ætlaði, ég sem sagt ætlaði að fara heim, hann var reynda búin að biðja mig að koma ekki, en mamma mín var ekki heima, mamma var heima, þetta var bara nótt, ég hafði mistað 2 flug og pabbi minn var ekki heima, þau búið í Keflavík og ég hugsa með mér, ég fer bara heim og fæ að gista í rúmi svona minns og næ mér ný föt, ég var náttúrulega með fullan pókana skítum fötum eftir 6 vikur og þegar ég kem heim til mín þá búið að skipta sílendir og hann hefði nú getað sagt mér það sko og ég hefði svona tilfinninguna þessu atriði hefði verið svolítið riggað upp sko og ég reyni eitthvað svona að finna eitthvað vinkil niður í kjallara til þess að, þú veist, ég fatt að lykillinn passa ekki til að pikka upp lásin, þetta náttúrulega mín íbúð og ég á heima þarna, hver genast það heima og það gengur ekki nema ég fer bara út og ég náttúrulega uppnámi og allt það en ekkert eitthvað svo heyri ég bara sírenur og læti og það koma 3 lögreglubílar fullir af bílaldum kallmönnum, það hafi verið 2 eða 3 frekar en 2 og að þá kemur í ljósa að það hefur verið hringt á lögregluna af því að ég var vopnuð og sagt að ég væri vopnuð og sem ég var ekki og svo fara þær inn og kom út og láta mig blása alltaf ég sé drukkin sem ég var ekki. Nei. Og ég fekk ekki að fara inn og ná í fötum mín. Nei. Þannig ég enda á því að keyra inn í Landeyjahöfn miðja nótt. Hún að ég bara gat ekki gert fólkinu mínu það að banka upp á miðja nótt. Nei. Ég hugsaði með mér, ég fekk bara að keyra inn í Landeyjahöfn, tek bara Herjólf, næsta Herjólf. Og beði bara eftir fyrsta Herjóli og fór heim og þarna ákvað ég að þessi samskipti verði ekki að fara að gera neitt fyrir mig. Nei. Eða neitt. Nei. Og ákvað að hafa engin samskipti frekar. Nei. En síminn hefur ekki verið í friði. Nei. Síðan. Ég kem þarna heim, það í maí. Svo ég búin að vera bara standa í bara það endalaust vesen. Það endalaust bara ég náttúrulega búin að opna ég veit ekki hvað ég búin að búa til marga meila sem alltaf eru hakkaðir. Þannig það rosalega erfitt að vera án þess að hafa meil, ég búin að átta mig á því. Það allt sem þú gerir einhvern veginn sem að samskipti og bara samskipti við alls konar stofnanir og fara allar fram í gegnum meila yfirleitt sko. Þannig að ég náttúrulega var rosalega og bara samskipti við lögfræðingi minn og símtöl þegar ég var að tala í síman slittuðu mjög gjarnan. Alveg, og ég gat alveg heyrt þegar það var þriðja aðili sko því að það var lækkar í símanum og hann hittnar rosalega óeðlilega mikið og svo slittar mjög gjarnan og það eru svona ákveðin ég náttúrulega verða bara sérfræðingur í hakki sko að vera hökkuð og stillingum á símum. Ég búin að ég hlýta að eiga inn einhverja gráði í því sko. Já, og ég sem sagt, ég fer þarna mikið niður í tölvun heim í Eyjum. Þar hann Davíð, hann er sem sagt, hann er tölvuverkfræðingur. Já. Og hann búin að setja upp síman án þess að vera með, þá með Samsung síma, án þess að vera með Google account, án þess að vera með Samsung account, ekki tengdu við neitt. Og nýtt númer og allt saman og allt kom fyrir ekki, hann var alltaf hakkaður leið og ég fór heim og ég algjörlega sannfærð það núna að það var eitthvað í húsinu sem að tók yfir digital af því að krossverkun, þessi tæki tala saman það virðist vera að hafa verið krossverkun af því þegar leiði komið nýjan síma þá var hann strax orðinn mengaður af einhver öðru sko og þegar ég var búin að koma 3 og í þriðaskipti því ég keypti nýjan síma og hann var settur upp með engu inni og random númer, hann setti upp Google án þess að tengja við gamla reikningin og náttúrulega ekkert Facebook og ekkert Instagram og ekkert og þegar hann að setja upp síman
þá byrja að hrúast inn upp sem að eru ekki sem sagt í stýrikerfinu eða sko sem að til ekki Samsung stýrikerfinu og það mjög óhugnulegt því að þá sá hann sko hvað ég var að eiga við. Þetta var eitthvað miklu meira heldur en bara Jón út í bæ, þetta eitthvað annað og á eitthvað öðru levuli heldur en fólk almennt átt að segja á sko. Og ég var náttúrulega bara líka sko taugakerfið fær ekkert frið þegar maður heldur að maður sé stöðugt eldur. Og ég fekk ekkert tækifæri til þess að ná að jafna mig af því að þetta var bara og búið að vera algjörlega endalaust og síðast núna það var allir sé 2 vikur síðan þá hringdi frænka mín í mig, við erum systkinabörn og maðurinn hennar tölvunarfræðingur þau vildi endilega fá að kíkja á þetta og fullt af fólki kíkta á þetta og ég skil alveg þetta hljóma náttúrulega svo út í hött svo súrealist að ég skil alveg að fólk hafi efast þú veist, ertu alveg viss þetta Ert þú alveg í lagi? Ert þú alveg í lagi? Og já, ég í lagi það búið að ég meira að segja sko ég var farin að efa sjálf á tímabili af því að þetta svo fjarstæðukennt og líka bara svo mikið gaslýsing í þessu það svo ofboðsleg gaslýsing þú veist og þessi einstaklingur sem að gera þetta sem ég veit að að gera þetta það hefur sagt bara fullum fetum við fólk að ég sé mér ranghugmyndir eða ég sé fyllibitta eða alls konar til þess að móka yfir drulluna sko en svo hefur alltaf fólk bara sem með mér í eitthvað smá tíma sér hvernig síminn lætur hvort sem það eru foreldrar mínir eða vinir mínir eða fjölskyldan hans jafnvel sem hafa séð að þetta náttúrulega allt saman ofboðslega óeðlilegt og ég fer hérna til frænku minnar og mannsins hennar og hann segir við mig, þú veist skiljanlega, hann segir við mig sko, þetta nú örugglega bara þú veist nú að ætlunum vera klárar en hann og þetta nú örugglega bara þú veist, Meta tengir allt sko, það Google og það Facebook og það Instagram og það hérna, hvað heitir það? WhatsApp, þú veist þetta allt tengt og hann hélt þetta væri það sem væri alltaf verið að yfirtaka og það sett upp og hérna, og hann sem sagt, ég hendur öllum öðrum út öllum, og það alltaf sko mjög reglulega nýtt tæki skráðin í Google hjá mér, nýtt tæki skráðin í Facebookina mína og ég fer hérna, nú fer ég til úr símanum í Vodafone þá ég búin að fara frá símanum í Vodafone í síman nú ég fór frá símanum í Nova ég hef aldrei farið í Nova áður ég hugsa með mér, það svona 2-3 vikur sem þetta nú fer ég bara í Nova og prófa það og ég fer á bara 1. október nákvæmlega 1. október 29. september og fæ hérna kort hjá Nova og auðkenni 100. skipti og ég fyrir bankan og það alltaf þess en þeir skráðu mig inn á auðkenni það alltaf ykkur að hjálpa að ringi tækni þetta alltaf þess þegar ég fer og það eitt ætti nú kannski segja eitthvað meiri sig í bankanum það þess hvernig sem það nú og hérna svo fer ég heim og ég heyri pappa á leiðinu heim og þá ég lagi með síman og hérna ég segja nú það þá var ég akkurat að fá herbergi sem ég fekk herbergi út í bæ og hann vill koma í heimsókn og ég segja nú það ég bara var ennþá að koma fyrir og hérna svo ætli ég hringi í dóttur mína og ég held að bara sama kvöld og þá hringir ekki síminn og get ég ekki hringt og þetta alltaf að gerast og ég held að hafi ekki gerst einu sinni að ég hafi fengið símkort sem ég ekki þurfti að fara og fá nýtt það alltaf eitthvað að símkortinu eða það eitthvað, það alltaf eitthvað og fólk segja þetta nú bara stýrikerfi þetta nú bara þetta og ég segi og ég var farin að segja þetta var bara að vera svona frasi hjá okkur með innan og sko, þetta ekki bara tilviljun? Jú, þetta allt tilviljun alveg, ok og hann ringir ekki síminn og ég fekk svona þarna þá var ég alveg að missa móðinn það voru 2 dagar hérna sem ég hreinlega lá í rúminu ég var bara algjörlega búin að ég sá bara ekki fram á þú veist
algjört tilgangsleysi. Þú veist, ég ekki í vinnunni, ég get illa verið í samskipti við aðra, ég get illa verið í samskipti við börnin mín, ég ekki heima hjá mér, þú veist, ég bara sá fyrir að þetta aldrei að fara að lagast. Ég bara fara að vera föst einangruð hérna í herbergi út í bæ og þetta lagast aldrei. Og fekk svona algjört, það held ég að hafa verið svona lægsti punkturinn hingað til þarna. Nema að ég einhvern veginn finn kjark á miðvikudegi og dríf mig í sturtu og set upp grímuna og fer niður Vodafone til að reyna að fá enn eitt símkosti. Já. Og Nova segi, Nova. Og þar strákur sem veit allt fyrir mig gera, ungur strákur og hérna, hann fer inn á reikningi minn og ég hafði tekið fram sérstaklega og á öllum þessum símfyrirtækjum og það má engin annar hræra í mínu, engin. Það bara ég sem á gera eitthvað við mína reikninga. Og hann segir við mig strákurinn hjá Nova, segir hérna, baðst áframsendingu á símanúmerinu? Nei. Með hérna símanúmer, það búið að áframsenda númerið þitt á annað símanúmer og það var mjög líkt mínu og enda á 55 eins og mitt númer gerir og það útskýrir það að ég var alltaf að reyna að breyta lykilorð og baðum að fá senda SMS og það náttúrulega kom aldrei SMS af því það var verið að senda SMS-in í annan síma. Og það var búið að skipta líka netfangi mitt sem að fór í iClouds netfangi mitt sem var búið til í janúar. Og til þess að geta farið svona langt með annarra manna auðkenni þá þarftu að vita lykilorð og alls konar og það bara ein manneskja sem vissi það. Já. Það algjörlega á hreinu hver það og þarna ég bara komin, þarna sjá frænka mín og maðurinn hennar, þarna ég bara hjá símafyrirtæki. Þetta eitthvað stærra og meira heldur en þegar það eins og að sé ykkur á bakvið fyrirtækin, ég veit ekki hvernig þetta hvort það ég veit ekki, ljósleiðarinn eða hvað eitthvað fyrirtæki á bakvið sem hefur meiri aðgang heldur en bara ykkur út í bæ, sko. Og Nova hefur ekki ennþá geta gefið skýringu af því af hverju þetta gerist. Og mér fannst líka mjög áhugavert að Bjössi maðurinn hennar frænku minnar, hann búinn að vera að reyna að hjálpa mér og bara gert það eins og hann getur og hann sem sagt ég fer heim til þeirra og þetta stendur alls það, sko, þetta hjá símanum með Vodafone og Nova, hann má engin annar eiga við reikningana mína. Og Bjössi hringir í Nova og þegar ég segi í búðinni, þú veist, hérna ætlið ekki að láta lögreglu vita, þetta hlýtur að vera lögreglumál, þá kemur ykkur mjög kókrustur annar maður heldur svo sem afgreiddi mig og segir það ekki okkar verkarhring að láta lögreglu vita. Ég segi, hvernig getur það verið að símafyrirtæki og það áframsent númerið mitt og þið þurfið ekki að láta lögreglu vita. Nei, og ekki auðkenni heldur. Nei, nema að þessi Bjössi, hann hringir í Nova og það hlustað og hérna og það sett mál í gang leið og miðaldra maður einhvern veginn hringdi, þá var þetta gert, sko, var allt sett í gang og ég hef ekki ennþá fengið svör. Nei. Þannig að ég fór og ég gat ekki hringt heldur frá þeim og það sett annað símkort í og ég gat ekki hringt úr því heldur. Þannig að hann segi við mig starfsmaður hjá Nova síminn hljóti bara að vera bilaður eins og búið að segja 100 sinnum við mig og allir, sko, síminn númer 8 og iPhone nýr náttúrulega vera bilaður og hann hvatti mig til að fara í síman og fá nýjan iPhone og hann náttúrulega ábyrðan það þegar svo nýr. Ég fer yfir í síman, þetta í Smáralind og segi afgreiðslumannum þar að þeir hafa sendt mig yfir hjá Nova að því síminn væri bilaður og þannig að kortin virka ekki, hann tæki ekki við kortum. Já. Og starfsmaður síman setur símkorti í á símanum og þá hringdi síminn. Og þetta bara með ólíkindum, nema að ég fer í frænku minnar aftur, svona svo ég segi þetta alveg og ætlaði að fá sannsagt 2 símanúmer til að vera með annað í aukennum og hitt sem ég myndi nota. Nema að sleðin í þessum iPhone hann bara með eitt sleða, það ekki, bara tekur eitt
kort sko. Já. Þannig að það þurfti að hafa eitt kort, svo veist annars símanúmer þurfti þá að vera í skýi eða skilur netkort og hann hringir í síman og biður þá að laga þetta þó að standi það má engin annar mér finnst þetta áhugavert, ekki það ég bað Björs að gera þetta það ekki, hann var bara ekkert að gera annað en það sem að bara reyna að hjálpa mig en það var ekkert mál fyrir hann að gera þetta og ég fekk kort sem að tengt við aukenni mín og símkort svo bara sem númerið sem ég nota sem ég hringjur og þarna er við búin að vesenast í þessu heima hjá þeim ég var örugglega upp undir 2 daga hjá þeim hann nær að ná í Gmailin minn þennan fyrsta sem var hakkaður sem ég var búin að eiga í upp undir 20 ár nær að endurheimta hann og gömlu Facebookina mína sem ég var ofboðslega ánægð með því ég hafði miklar ágjörð því ég átti samt vinkonu mín lést árið 2020 og svona svolítið sviplega hún deyr sem sagt út af mistökum upp á spítala upp af COVID það búið að vera mikið umræðin í fjölmiðlum og svona eina af mínu bestu vinkonum og inn á þessari Facebook náttúrulega samtöl við hana síðan 2007 þannig að mér sveið rosalega að missa Facebookina mína sérstaklega út af þessu sko og þannig kannski ennþá kvikindislegra að taka af mér einmitt Facebookina með þá vitnesku hvað þetta skiptir mig miklu máli sko Já, það bara verið að taka allt á þér það er raunverulega allt tekið af þér því að þú veist það búið að taka og hluta til líka bara mömmunni í mér ég var bara komin þarna í 100 ára gamalt hús í Vestmannaeyjum einangruð illa í sambandi við fjölskylduna mína út af þessu vesinu öllu saman og þarna kemur tvist sko sem að enginn átti von og svo ég hjá þeim því þú veist að verður að hlæja líka þetta er svo mikið steypa ég hjá þeim í 2 daga og síminn hjá okkur náttúrulega bara Gunnar frænka mín á iPhone og eins og ég og ég á vin í Dublin á Írlandi og hann vann í lögreglunni og vinnur í lögreglunni í Dublin og hann við höfum spjallað í gegnum WhatsApp ég hitt hann þegar ég var að labba og yfir Spán og einn morgun eftir að ég hefði verið hjá þeim þá fer hún að fá SMS sko, ekki WhatsApp, heldur SMS í gegnum sko símakerfið og bara SMS, bara stöðu SMS frá Stephen og hún endar á því að svara frá 6 morgun til 10 og hún endar á því að svara og þá eru sko þessi SMS ætlu WhatsAppinu mínu á mínu símanúmeri hennar símanúmeri algjörlega ótengt mínu númeri og bara og hún baða með þessum að senda sko að því akkur ætti þau hafa aldrei heist og þekkist ekki þannig að hann sendir henni screenshot af þessu samtali með númerinu mínu inn á WhatsApp og þetta er náttúrulega bara þá svona runnu á þau 2 grímur sko þetta við værum að eiga við eitthvað annað en fólk almennt er að gera sko þannig að svona þetta er rosalega klikkað sko þetta er rosalega klikkað en eftir sem fleiri sjá þetta því náttúrulega betra fyrir mig af því að þá er ekki hægt að gaslýsa sér eitthvað aldrei endalaust eða ég sé mér rangkumundir eða klikku eða hvað það er sagt sko og þau voru mjög slegin svo hefur náttúrulega Bjössi vilja bara halda því fram að það sé engin sjans að fara inn á Google-reikningi minn eða yfirtaka Facebookin aftur en í gær þá var búið að koma annað tæki inn á Google-reikningin við þurftum að skipta aðgangsorð Sérðu, færðu ekki hvar þetta er eða hver? Jú, það er nálægt Garðabæi eða í Kópavogi alltaf og yfirleitt alltaf ef að það, þú veist, eins og ég hef lent í sjálfu ef að kemur eitthvað svona einhver reyna að komast inn á reikningin og það hefur ekki oft gerst en það hefur bara gerst þá hef ég sagt og það er spurt þekkir þetta eða er þetta eitthvað sem að þú þekkir ekki og þá segi ég bara nei ef að ég
þú veist, maður segir já ef þetta bara ég, þú veist, svo bara nei ef þetta eitthvað annað. Nei. Þú veist, ef þú gerir það, segir nei. Ég fæ nefnilega ekkert alltaf sett. Nei, ok. Þetta bara, þetta er eitthvað annað. Sko. Já, þetta eitthvað annað. Já, þetta ekkert eitthvað amatör að hakka sig, þetta engin unglingur. Nei. Það eitthvað meira á bakvið þetta heldur en að ég hef vita á, sko. Og svo þessi spurning sem náttúrulega bara klassísk og skiljanleg, það fólk segir þú veist, hvernig þetta gert? Hvernig þetta hægt? Ég veit ekki. Ef ég vissi það, þá væri þetta sannlega ekki í gangi, sko. Nei, og svo önnur spurning þessi manneskja svona rosalega klára tölvur. Ég veit það ekki. En ég efast stórlega að það sé einn á bakvið þetta, það eitthvað fleiri á bakvið þetta. Þetta bara þess eðlis. Og hérna við komum bara með fólk sem vinnur við tölvur, sem búið að sjá þetta. Og það öllum augljóst að hér eitthvað rosalega óeðlilegt í gangi. En sá sem ég veit að gera þetta þrætir bara endalaust og og það einhvern veginn tekið meira trúanlegt heldur en mín orð. Hann fær meira að njóta vafans heldur en ég. Þannig að ég hef verið svona yfirvöld hafa ekki geta gert neitt og ég veit ekki hvað ég er búin að senda mörg screenshot af bara, þú veist, að sé einhver annarinn á reikningnum mínum eða einhverju svona óeðlilegu. Ég bara taka upp á annan síma þegar verið eiga við stillingar í hinu símanum. Ég hef komið 2 síma á tímabili. Annan ætla ég að hafa til þess að hafa samskipti í börnin mín og hinn sko öðruvísi. En þetta talar það eitthvað krossverkun þarna. Það eitthvað í stýrikerfinu sem búið að eiga við og það tók mig ofboðslega langa tíma að átta með því það var alltaf verið að segja við mig ef að setja factory reset þá allt tómt inn á símanum. Það bara ekkert alveg rétt. Nei. Því að alvöru hakkarar, þeir komast djúpt inn í símana og geta einhvern veginn komist fram hjá factory reset og það alveg augljóst. Og það var náttúrulega Davíð augljóst, hann tölvunarverkfræðingur að það var eitthvað svoleiðis í gangi, sko. En hvernig þetta gert, veit enginn. Og þessi þessi spy upp og þessi kerfi eru bara orðin svo fullkomin að eins og að setja þetta upp hægt að taka þetta út, sko. Já. Og það það sem að veldur svolítið að því að þessi manneskja sem ég vissum að veit að gera þetta aðeins og kókraust í því að það finnist ekki, sko. En það auðséð öllum í kringum okkur hver að verki, sko. Og enda engin annar sem hafi hvorki getu eða tilefni til. En þetta svona, það verið einangraði frá börnunum þínum, þú getur ekki hringt úr símanum þínum eða fengið símtöl nema bara, þú veist, happ og glað. Já. Það verið einangraði frá viniðinu væntanlega, þú veist, og mála þig sem einhvern geðsjúkling og gardínu fyllibittu eitthvað, þú veist. Og það örugglega svona, þú veist, getur ekki stunda vinnuna þína út af þessu ónæði, þú veist. Og þú ert bara að taka allan pakkan á þetta og þú ert að fá allt þetta og svo, þú veist, ég held að máli sér líka bara að því að við skiljum þetta ekki. Já. Þú veist, ég veit ekki hvernig þetta gert. Nei. Ég skil ekki hvernig þetta hægt. Nei. Af því að þú veist, ég gæti örugglega ekki, jú, kannski, farið inn á e-mail hjá manninu mínu. Ég held að ég veit lykilorðið. En ég bara skil ekki hvernig þetta gert. Nei. Þá auðveldara einhvern veginn að ætla þér bara að vera, þú veist, eitthvað klikkuð og þú sett bara búið þetta til og sett bara með móðusjúk og þú veist, að því að enginn skilur þetta. Já. Þú veist. Og mér finnst það líka, mér finnst það svolítið áhugavert í þessu öllu saman. Ég hef náttúrulega ekki lent í því áður. Það þetta að við eigum forseta sem kona og forsætisráðherra sem kona og við erum mjög stolt af því að vera jafnréttisland. Þegar á reynir og hefur eins og núna síðustu mánuði, þá hefur hann notið vafans en ekki ég og það ekki búið að stoppa þetta. Það taka alla síma og tölvur, það þarf auðvitað að gera það. Af því að lífið mitt bara hætjaka. Ég í algjöru fangelsi og það tók mig 10 mánuði að segja þetta uppátt. Já. Núna
ætla ég bara mitt síðasta opni þessu bara að segja frá og skila skömminni því að það ekkert eftir, það enginn að fara að hjálpa mér. Nei. Ég búin að fara í Vodafone, ég búin að fara í Síman, ég búin að fara í Apple, ég búin að fara í Kvennahallhverfið, ég búin að fara í Bjarkarhlíð, auðvitað hafa þær hjálpa eins og að geta, en fólk getur, ég búin að fara í Tölvunheim, þeir endar hjálpuð mér mjög mikið, hann Davíð Tölvun skrifaði skýrslu fyrir mig, þar sem hann sagði frá, þar sem ég var bara með svart á hvítu, hvað var búið að gera og hvernig þetta birtist honum og það væri klárlega eitthvað mjög óeðlilegt í gangi og það var það á Síma númer 3. Það hefur hjálpað trúverðuleika mínum hjá lögreglu en samt ekki nóg til þess að eitthvað sé gert sko. Nei. Og þá finnst mér kannski næstu sko spurningin sko, væri maður í valdastöðu 2 metra maður í valdastöðu í mínum sporum einangraður í herbergi út í bæ. Ég hef enga trú á því sko. Enga. Hvernig hefur fundist fólk taka móti þér eins og í Símanum og Vodafone og á þessum stöðum? Fólk að finnst þér eins og fólk finnist þú verið bara að búa eitthvað til eða sért bara paranoið? Já. Það náttúrulega alveg einn og einn sem hefur viljað hlusta og það kannski ekki alveg sanngjarnt sko en fólk svona svona næstu ég klappa mér að kolli svona vinnan sko og þú veist bara ég veit það ekki og svo verður maður svo frústreraður ég veit að vera eiga við Síma minn ég veit að vera að henda mér út af samfélagsmiðlum ég veit að vini mínu ná ekki í mig vini mínu sem hringja í mig enda á því að koma heim mjög hræddir að því það alltaf á tali og ég kannski bara ekkert að gera ekki upp í rúmi eða eitthvað þannig að þú veist þetta varðar líka bara mitt öryggi Síminn öryggistæki og mitt öryggi bara svolítið í hættu. Já, það bara ekkert öryggi. Nei, og ég tala nú ekki ef það hægt að eiga eitthvað við appi í Símanum sko. Nei, í bílnum sig. Þannig að þetta bara graf alvarlegt og miklu meira alvarlegt heldur en að fólk almennt held ég átti sig á. Nema það, ég fín svona aðeins við þá spreytingu núna eftir að ég fekk þess að 2 meðaldra menn til þess að hjálpa mér. Þá fór fólk að hlusta. Fyrr þá var ég bara svolítið svona taugaveikluð meðaldra kona sem ég var, sannarlega var og af því að þetta svo stuðandi og hann bara þannig að ykkur bankar hurðina hjá mér þá bara festist í loftinu sko því að kerfið bara orðið þar og ég hef bara markvisst þurft að reyna að hafa einhvers konar lífstíl sem að ég bara þannig ég spíral ekki bara niður sko. Ég að reyna að hafa einhvers konar reglu á einhverju. Ég reyndi að byrja að mála aftur í sumar. Þessi írski vinur minn kom í heimsókn og hann málar og þá var hægt að fara, þú veist, fór ég snemma að sofa og vakna snemma og málaði, fór aftur að mála. En þetta alltaf í, svo kannski næsti allar reyna að ringi eitthvað, þá get ég ekki hringt. Eða það kemur eins og síðast það var annað númer í frelsisnúmer og hitt ekki og það var alveg sama úr hvað númerinn í hringdi, það kom alltaf ekki inn þetta hjá Símanum sko. Þannig að Síminn, ég held að Síminn væri með meiri varnir en það virðist ekki vera. Nei. Þannig að og ég mæti bara alls staðar veggjum. Já, löggan hefur ekkert geta gert eða viljað gera eða. Þeir hafa, nei. Ég hefur ekki fundist það og ég þú veist nei, það hefur bara enginn getað að hjálpa mér. Nei. Og það náttúrulega bara ofboðslega erfitt að standa og garga á torgum. Ég búin að gera það núna í 10 mánuði. Það verið, ég beitt ofbeldi og það ekki stoppað. Það passa mig ekki, kerfið passa mig ekki. Nei, það ekkert þetta að gera. Nei, það ekkert öryggi, það ekkert öryggisnet. Og það náttúrulega það sem að Kvennaathvarfið búin að vera að ræða núna undanfarið, það ekkert sem grípur konur í þessari aðstöðu og það bara staðan eins og þú varst að segja, ég bara í herbyggi, það fínasta herbyggi og allt það, út í bæ, ekki vinnunni, ekki með börnunum mínum, illa í samskipti við aðra og
og ég, þetta getur ekki gengið áfram því að enda í áörösku ef þetta hættir ekki. Þegar þú ert í algjöru einangrun. Ég í algjöru einangrun og það hlýtur öllum að vera ljóst hvað þetta hoppandi, ósanngjarnt. Hvernig þetta gert, get ég ekki svarað. Nei. En þessi ísli vinur minn, svo ég vitni nú í hann Stíven, sagði mér að hann eftir rannsóknarlögreglu í Dublin, að svona mál eru á dark web. Ég nýbúin að vita hvað það er. Það sem að allt hægt að kaupa, hvort sem það er klám eða stripparar eða barnaklám eða allir viðbjör og það er borgað með bitcoin, það er óreikjanlegt og það fer ekki eins og það er hægt að koma í þannig að það fer ekki skattaskýrslu. Þannig að þetta er eitthvað underground sem er búið að setja upp. Og, já, þetta búið til í mörg ár, sko. Já, nei, sko, ég er að tala um þetta símahakk. Já. Og ég hef, náttúrulega, ég er orðin bara sérfræðingur í að googla mig til þetta og áður en þetta kom allt upp, þá kunni ég að opna Facebook og fara og senda tölvupóst, sko. Nú held ég að ég hljóta að fá okkur að gráði í þessu. Að það er fullt af fólki sem hefur lent í þessu. Já. Og þessi njósnaforrit, eða þessi forrit, þau stjórna því hver getur hringt í þig, hvenar, hvort það sé hægt að hringi þig, hvaða meila þú færð. Og tímabili fór allir meil sem ég sendi í draft, allt í draft, eða ég gæti ekki sett viðhengi, það var á tímabili. Það er náttúrulega, það er, og þetta er svo frústrerandi, þegar maður alltaf, í hvert einsta skipt sem ég er að opna síman, hvað er vesenni núna? Já. Þú veist, ég er að reyna að borga stöðumæli, ég geta ekki. Eða þú veist, það er eitthvað, það er alltaf eitthvað. Ég veit ekki hvað er ná reikningunum mínum af því að ég kemst ekki inn á það, af því ég er ekki með auðkenni. Þú veist, þannig að þolinmæði mín er bara alveg á þrotum, sko. Já, ég skil það mjög vel. Já. Og ég, þegar mér var bent á að tala við þig, þá sá ég bara svona eitthvað smá þetta og ég hugsaði, já, ég ætla að tekka á henni hvort hún vilji koma og segja frá þessu og ég, þú veist, ég var alveg bara svona, ég vonaði bara að þú værir í lagi, fattaru, af því að þetta hljómar allt svona, þú veist, það er svo erfitt að samfæra fólk eitthvað svona. Já, það er búið að vera mjög erfitt og ég skil það líka alveg. En svo bara, þegar ég kynntist þér eða hitti þig, þá var ég alveg, þú veist, það er ekkert að þessari konu. Nei. Þú veist, og bara, ég ætla bara að segja hér og nú, ég trúi þér, sko. Já, takk fyrir það. Og og ég mun alveg standa og falla með því ef að, þú veist, en þú bara, þú veist ekkert svona mikið þetta að því þú sért ekki búin að skoða þetta, fattar? Nei. Þú veist, þú veist alveg hvað þú ert að tala þó að þú vitir ekki nákvæmlega hvernig þetta er gert. Nei. En þá eru þessi merki þetta og, þú veist, og ég skil það svo ógeðslega vel að það sé erfitt að segja þetta því að, þú veist, ég upplifi þetta fólk sé bara, er það? Já. Ertu nú alveg viss? Já, ertu ekki bara núna með einhverja paranóju, ertu ekki bara með, þú veist, en ég held að mér finnst rosalega sorglegt að það sé í alvörinu bara ekkert þetta að gera og það sé enginn sem er tilbúin að skoða þetta eða að, þú veist, taka málið þitt bara alvarlega, sko. Já, og það er það sem að það verði einhvern veginn allir svo máttlis að vantar eitthvað í kerfið á okkur sem að dílar við svona og í mörgum öðrum löndum væri búið að gera eitthvað praktískt, sko. Ég á enga sögu geðraskanir. Nei. Ég fekk fæðingarþunglyndi, ég átti son minn fyrir 22 árum. Já. Ég hef ekki verið lögð inn eða verið með rangkomendir eða neitt, þannig að það getum alveg enda bara, þú veist, það er ekki. Þannig að, þú veist, og þetta er svo ljótur leikur. Líka það hjá okkur, þú veist, þegar kona rís upp og ákveður að ganga út úr ofbeldissambandi, þá er alltaf viðkvæð hjá okkur að hún hljóta að vera geðveik. Og það er eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða. Það vill enginn labba út úr hjónabandinu sínu. Það er neyðarúrræði. Og eitthvað mikið hefur gengið á. Það er 90% fólk sem bara, það er bara ein mesta sorg sem þú upplifir. Þannig að mér finnst það svolítið svona eitthvað sem við ættum að skoða, fyrir að ég hef bara sjaldan heyrt konu sem að hefur
fara út í hjónabandi sem hef ekki verið sögð eitthvað geðveik og þetta bara orðræða sem við þurfum að breyta. Já, tala það að konur verða alltaf geðveikar í skilnaði, þá færði að sjá rugluðu manneskjuna, sko. Já. Þetta er gamalt, þetta er úrelt, hættum að tala svona, bara konur. Já, svolítið þannig, sko, ég er búin að finna það og ég sé að það vantar eitthvað svona, það er eitthvað svona plattform sem að vantar að ná yfir í þessu málum, sko. Og það er eins og, þú veist, þú sagðir áðan, að veit enginn hvernig þetta er gert. Nei. Það er pottitt. Já, það er verið að gera. Já. Það er einhver sem veit eitthvað. Það er alveg 100% og þú veist, ég skora bara á þá sem vita eitthvað eða vita hvernig þetta er gert eða hvað þarf að hafa samband. Já. Þú veist, og það hefur alveg þig eða eitthvað. Ég er 100% á því að það er einhver sem veit eitthvað. Það er einhver sem veit eitthvað og svo er kannski að því að þetta virðist vera gert svona underground, þá eru kannski færri sem vilja viðurkenna þeir vitið það. Já, skiljanlega líka, en ég er svo sem ekki, ég hef ekkert að græða því, ég vil bara fá líf mitt tilbaka. Já. Ég vil bara, ég næ ekki að jafna mig, ég næ ekki lífin mín tilbaka og meðan þetta er svona, ég er bara í algjöru biðstöðu og bara grántið, gjörsamlega. Og það er eina sem ég vil bara fá að halda ári. Mér langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín. Já. Þú veist, bara að horfa sjónvarpi. Bara eins og aðrir. Já. Þú veist, tengist appi í sjónvarpi. Þú veist, svo er maður náttúrulega orðin mjög kvektur. Og ég segi það ekki. Þú veist, ég er auðvitað mjög kvekt. Og það fór rafmagn af í Vestmannaeyjum í fyrradag, held ég. Fór einhver lína í sundur og ég fór að hlæja og sagði vinkona mín að þetta er örugglega þessi manneskja sem að gera það. Þegar maður er orðin svo kvektur, ég er orðin svo vörum mig. Já. En þú veist, auðvitað það grín, sko. Já, en þú veist, maður verður líka að geta hlegið það. Já, ég verður að geta hlegið og ég er búin að gráta nóg, sko. En þetta er miklu stærra og meira en að fólk átt að sjá. Og þetta er eitthvað sem þolir ekki dagsljósið, sko. Ég er alveg samfærum þá. Ég get ekki verið eina konan í heiminum sem hefur lent í þessu. Nei, og líka þegar eins og þú segir, þú fórst í kvennaatkvarðið og þær vita hvað þú ert að tala um. Já. Þú veist, og þær hafa séð þetta áður. Já. Þú veist, segir það ekki svolítið? Jú. Veist, þetta er ekki, þú veist, að því að þær vita hvað þetta er, að það er greinilega margir búin að gera þetta. Já. Þannig að þú veist, það hljóta nokkrir sem að heyra þetta, að vera bara, ok, ég veit hvað er í gangi. Já. Þú veist, það er, ég þekki einhvern sem hefur lent í þessu eða þá að, þú veist, ég veit hvað er að ræða. Já. Þú veist. Ég held, sko, ég hef heyrt að, ég hef alveg heyrt að fólk hafi lent í svona, en sko þetta er orðin 10 mánuðir. Fólk hefur kannski verið hakkað í viku, á hverjum degi í 10 mánuði er eins og einhver eldi mig. Já. Það er tilfinning, ég er alltaf að snúa við, að ég er alltaf með location. Ég byrja því þegar ég vakna á mótnan að taka location af símanum mínum, af því það er alltaf komið location, find my iPhone fast inni og það er ekki hægt að laga það fastu takkin inni á símanum. Og það er til dæmis hotspot takkin, hann er fastur inni stundum, ekki alltaf. Það er alltaf, það eru misjafna leiðir, ég er búin að sjá það, þetta er ekki einhver ein leið, þetta er ekki eins og sko músagangur sem er hægt að loka fyrir. Nei. Þetta eru margar leiðir inn í síman. Já. Og þessi forrit að mér skilst eru þannig byggð að þau finna veika, sko alla veika punkta í stýrikerfinu til þess að komast inn. Já. En iPhone-in lætur að vita, sko, það stendur, ég er búin að finna ég á screenshot af því, Bug 303, Bug 313, Bug 298, það er sko, þýðir það er eitthvað skonar vírus sem hefur farið inn í síman og það er location og þannig að það er einhver sem er að fylgjast með mér allan sólarhringinn, hvar ég er, hvert ég fer og það er bara mjög óþægileg tilfinning. Já. Og ég á ekkert engalíf þegar allir tölvupóstar eða símtölu mínir hleru eða ég er allt, þú veist, þetta er bara til hvers og hvað er næst, sko, hvað er næsta skref? Ef þú ert hæfur til að gera svona, hvað getur þá gert meira? Nákvæmlega. Það hræðir mig, sko. Já. Þetta er alveg ótrúlega magnað og hræðilegt bara og ég finn alveg svakalega til með þér og ég vona að
þetta kannski verði til þess að það náist einhver botn í þetta. Já. Því að það alveg pottþétt einhver veit eitthvað. Já. Og getur hjálpað einhvern veginn. Já. Af því að það hlýtur einhver að kunna þetta fyrst að þetta í gangi, sko. Hlýtur einhver að núti að vita meira, en sko fólk sem bara venjuleg tölvukallar sem að vinna bara, þeir vita ekki hvernig þetta gert eða áttast ekki á því. Nei. Þannig að þetta eitthvað svona underground dæmi. Já. En hvernig hægt að hafa samband við þig ef að einhver hefur... Já, nú ég bara með símanúmer sem að ég kom með gamla símanúmer með þetta aftur. Það 848-5455 og ég bara hendi því út af því ég búin að gefast upp að skipta um númer, ég búin að gefast upp að skipta um síma, af því að það alltaf allt komið upp aftur, ég get geitt meiri peningum í þetta heldur. Nei, einmitt. Og náttúrulega afleiðingarnar af því að hafa ekki haft aðgang almennilega að þessum græjum bara, fjármálum mín voru komin öll í vitleysu. Ég alveg alltaf verið með fjármálum mín alveg á hreinu, það búið að laga núna að vísu. Námslánum mín í Noregi, ég fekk ekki, sko, ég gæti illa borga þau og það var komið í innheimtu. Þú veist, já, sýslimaðurinn var að boða með fund sem ég sá ekki. Þetta hefur rosalega margar vondar afleiðingar og ég líti náttúrulega illa út þegar ég svara ekki neinu og fólk áttast ekki á því að það að því ég sé þetta ekki eða reynir að hringja mér, næ ekki lögfræðingi minni síma eða get ekki tala tæpitungu laust í símana því að hann alltaf hakkaður. Þetta bara mjög stressandi. Já. En ég þakka þér innilega fyrir að koma og segja frá og mér finnst þú mjög hugrökk að tala um þetta. Já, takk fyrir það. Og ég vona bara að eitthvað komi út úr þessu og ég fæ að fylgjast með þér. Já. Takk fyrir. Takk fyrir.